Mæliskekkja myndast þegar við erum að mæla með einhverjum mælitækjum. Ef ég er að mæla með reglustiku sem er bara með sentimetrum, engum millimetrum, ef að kvarðinn á reglustikunni væri svona og strik sem ég ætlaði að mæla væri svona langt, þá á ég engan möguleika að segja að þetta sé 1 cm þó ég sjá að þetta sé aðeins meira. Því hér er skekkjan á mælingunni minni plus mínus 0,5 cm. Því að ef ég námund alltaf að einu þá er ég að segja strikið er eitthvað staðar hérna á milli. Ef það eru millimetrar hérna á reglustikunni minni, ég nenni ekki að teikna alveg 10 strik, en þá er skekkjan orðin plus mínus 0,5 mm sem er miklu nákvæmar. Sama ef ég er með klukku sem að sýnir bara heilar sekúndur, þá eru skekkjumörkin hjá mér plus mínus 0,5 sekúndur því að þá er alltaf verið að námunda að heilli sekúndu og þetta fer eftir bara hversu nákvæm mælitækin eru, hve mikil mæliskekkjan er og það breytist í raun eftir því sem þau verða nákvæmari.